Þannig stærsti leikur ásinn, ekki komið smá fiðringur í þið? Jú, mikil spenna í gangi og hjá okkur og líka Silfurskeiðinni. Þeir séu bara jafnvel spenntari við að komast aftur í úrslitaleik. Þið náttúrulega upplifðu vonbrigðin í fyrra að tapa þessum leik. Hvað er upplifun sem þið vilja ekki finna aftur? Nei, það var, þetta var flottur dagur og bara voru úrslitin ekki nóg góð. Það er hundlegilegt að tapa þessum leik, þannig að ég ætla ekki að fara að gera það aftur. Hversu mikið er Garðbæingur farið að langi eitt stóran titil? Bara mjög mikið held ég. Það er komið tíma á að við förum að fá okkur bikar og ég vona svo innilega að verði núna á laugardaginn. Þáttur því að ykkar gengi hafi kannski í sumar verið betra en framar, þá var þetta bara einn leikur og form í deildinni skiptir litlu máli. Já, þetta er svona spæriðin fara ábygglega ólinn í þennan leik og svo er þessi dýrt og þannig að þetta verður hörkuleikur. Óttast eitthvað spennustig verið og hátt? Nei, ég ætla að vona að við fengið smá reynslu hérna síðast og komum svona, ég veit ekki, meira undirbúnir í leikinn. Það getur verið stóru vika fyrir Laxdal-fjölskylduna, bróðurinn að taka fyrsta landsleikinn og bikarmeistaratitillinn kemur svo. Já, veit ég hvað, mamma á ekki eftir að meika þetta bara. En já, ég bara vona að þetta endi vel. Finnur einhverja breytingu á bróðinum eftir að spila fyrsta landsleikinn? Komir einhver hroki hérna? Já, segjum alltaf, Siggi Dúlla er komið með svakalega landsliðshroka. Þetta er svona rétt að byrja hjá Joe.